Ég 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið mann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn spegill sálar þinnar. Ok. Ég spilaði með fótbolta einu sinni. Já, ég var fótboltamaður eins og þú. Já, miklu betur en ég sko. Já. Hún var sko alvöru fótboltastelpa. En þú varst náttúrulega aðalega handboltakona. Já, ég var aðalega handboltakona þangað til ég sneri mér meira Veistu það, Dóra, þegar við vorum að kynnast, þá fannst mér svo geðveikislega flott að þú værir íþróttamaður. Já. Þú varst fyrsta stelpan sem ég kynntist sem að, þú veist, mér fannst þú vera bara svona ógeðslega flottur íþróttamaður. Já, vá. Já. Hvernig, segðu mér frá þessu? Nei, ég bara... Nei, ég meina þú veist, hvernig sástu mig sem íþróttamann? Þó ég væri bara að æfa handbolta. Þú varst að æfa handbolta. Já. Og einhvern tíma sjáðu ég þig spila handbolta. Þú komst með þess að með mér, ég meina mamma og pappi kom ekki einu svona að horfa á mig spila. Nei, ég fór að sjá þig og ég dáðist svo að þér. Vegna þess að, sko, þetta gleymdist svolítið í mínu uppeldi þetta að ég hefði sennilega þurft að vera meiri í einhverju hreyfingu. Svona ofvirk. Varstu ekki sett í ballett? Nei, ég var ekki sett í ballett. Ok, þegar var svo mikið af svona þjóðleikhúsbörnum sem voru sett í. Já, ég var ekki sett í ballett, ég var náttúrulega sett í að læra hljóðfæri, því það var einhvern veginn svona það sem að gekk. Þetta ekki bjór, samt, ok. Nei, þú drekkur ekki vín. Nei, ég alveg hægt því. Nei, en ég man að ég öfundaði og mér varst þú svo glæsileg á vellinum og þú varst svo sniðug. Ég var rosa sniðug. Þú varst rosalega frakkur leikmaður. Já, ég spilaði náttúrulega línu og þegar maður bara 14 ára og 15 ára þá spilaði maður línu þannig að maður bara að rugla í hinum, auðvitað maður að opna færi fyrir hitt lið og svoleiðis. En ég var svo hugrökk í að plata líka. Sko, varstu erfiður andstæðingur? Rosalega, af því að ég feika, ég bara datt í gólfið og grenjaði og svo bara blikkaði ég vinkonum mínar þegar við vorum bara að fá víti og svona. Leikkonan hefur verið að fæðast þarna. Svo sannarlega, ég gat nota mína leikarinn og hæfileika í handboltanum. En hún Ólöf Skafta, hún sem sagt alvöru góð fótboltakona. Ok. Og ég spilaði fótbolta með henni með FC Ógn einu sinni. En svo eiginlega meiddi ég mig mjög snemma. Ok. Þannig að ég svona eiginlega reif út vöðva, vorum að bara æfa út í miklu frosti og ég var ekki í nógu góð formi allavega. Ég mætti í leikhúsið 3 dögum eftir æfinguna og lét eins og að væri allt í lagi með mig af því að það er ekkert vandræðalegra en að vera leikari og hafa slasað sig annarkvort ef þú fórst á skíði eða ef þú varst að spila fótbolta. Já, það var nú einu sinni þannig bara í lögum leikara sem voru að starfa í Þjóðleikhúsinu að þeir máttu ekki til dæmis fara á skíði eða stunda neinn glæfrasport. Þú veist, til þess að koma í veg fyrir það svona ástæðulaus slys, skilurðu, utan vinnutíma. En nei, þú varst líka bara, svo dáðist því að þú varst hávaxinn og einhvern veginn, þú veist, ég var svona einhvern veginn lítil kiðfætt budda meðan þú varst svona há og spengileg og einhvern veginn svona hærri en margir í liðinu, sko. Þú var svo glæsileg á vellinum. Já, við vorum það var eiginlega bara 2 sjónum minna, við vorum allar frekar stórar. Já, kannski, en allavega... Þú upplifðir það ég upplifði þig einhvern veginn svona sem þú bærir svona höfuð og herðar yfir aðra og ég var alls ekki best, en ég skemmti mig konunglega. En aðeins Ólöfu, sko, hún Ólöf Skafta er náttúrulega bara með skemmtilegri konum landsins. Já. Og nú man ég alls ekki hvað hún heitir Kristín. Þær eru bara mjög, og þær eru svo fínar saman að þetta er alveg ferlega skemmtilegt podcast hérna, alveg ferlega skemmtilegt og ég mæli með. Já, ég mæli líka með. Ég mæli með að hlusta þar fyrir sjálfa mig líka því ég hef aldrei hlustað á þær. En ég bara veit hvað Ólöf er svakalega fyndin og svo bara alltaf þegar fólk hittir mig og segir, já þú ert að gera þarna hlaðverk, hefurðu hlustað og svo mæla allir með þeim við mig. Já, og þær eru svona að tala málefni líðandi stundar og pólitíkin í landinu og svona og það er svo skemmtilegt. Fólk leikur fyrir mig atriði úr þáttunum. Já, og þær leyfa sér að vera svo hispurslausar og segja svo, hvað ég var að segja, svona utan alfaraleiða hluti, það býr til svo mikið space fyrir aðra.
til þess að, þú veist, taka pólitíkin ekki svona ofboðslega alvarlega, að það sem stendur í blöðunum sé það sem það sé. Það er búa, þú veist, vegna þess að það gera svo grín að fólki og hlutunum, að búa til space fyrir fólk til að meta hlutin á nýjan átt. Og einmitt, þú veist... Af því að húmor ekkert annað en getan til þess að horfa á hluti frá öðru sjónarhorni, og þá ert í rauninni orðin frjáls frá hlutnum, sko. Algjörlega, þú veist, og ég held að allt og margir taki stjórnmálunum og stjórnmálaleiðtogum og stjórnmálafólki einhvern veginn of alvarlega og sko það fólk sem þykist fara með völdin í landinu, þú veist, að haga sér hér eins og kóngar í ríkinu sem einhvers konar umboðsmenn okkar, skilurðu, að fara með stjórnina. Það er líka mjög hollt fyrir þá að þeir taki sig ekki á alvarlega, að það sé eitthvað í samfélaginu sem að ekki bara dregur þá sundur og saman í háði, heldur sko sýnir okkur að á þessu eru fleiri hliðar, skilurðu. Af því að lotning gagnvart valdi er óheilbrigð og við þurfum að geta gert grín að því, sko. Höfullin þarf að geta gert grín að sko elítunni, eða þeim sem fara með völdin. Það er algjörlega nauðsynlegt til þess að maður hafi þetta andrými í heiminum. Já, til þess að maður upplýsi líka sjálfans valdöldan. Þú veist, að sjá bara þetta er fólki sem við afhendum bara verkfærin. Já, og það er auðvitað... En við gætum hrifsa þau eða tekið þau af þeim þegar við viljum, af því að þau eru ekkert annað en við. Þau eru ekkert annað en bara manneskjur. Nákvæmlega, og það er bara mjög mikil ástæða til þess að við horfum gagnrýnum augum á stjórnmálafólk og hvað það er aðhafast og við fylgjumst vel með, skilurðu, og við krefjumst upplýsingar þegar við skiljum ekki eitthvað, sko. Ég fylgist til dæmis ekki vel með. Nei, þú velur það. Ég svona... Þú velur að fylgjast vel með? Stundum. Ég get líka alveg tekið með hlé og þá bara tekið alveg hlé. Og það hefur alveg sýnt sig að þegar ég tek með hlé frá að fylgjast með fréttum, þá hef ég ekki mist af neinu. Nei. Vegna þess að, þú veist, það er faktist aldrei neitt að gerast neitt stórmerkilegt, sko. Nei, það er bara... Skilurðu? Já. Það er bara, þú veist, atburðir geta orðið svo stórir í stund og staði að þeir vekið þér tilfinningar og tilfinningin, hún lýgur að þér, hún segir að þetta sé mjög dramatískt, en það er bara tilfinningin sem er dramatísk, en atburðin var í sjálfu sér ekki dramatískur. Það bara vaknar eitthvað. En sko, þú veist... En sumt er háalvarlegt og blu. Alltaf. Þú finnur ég nenni ekkert mikið að fara langt inn í þetta, en þú mátt klára. En til dæmis myndu, þú veist, þegar Spaugstofan var, þá var hún svona vendill fyrir íslensku þjóðina til að gera grín að hlutum líðandi stundum, því sem var að gerast. Og það var kannski það sem var samfélagslega gott við Spaugstofuna, var þetta. Þannig að þær eru svona Spaugstofa? Ég bara með öðrum meðlum og með sínu nefi, en það er búa til þetta andrými. Já, og eru algjörlega draga úr lotningunni, það er afhjúpa, það er draga gluggatjöldin frá, þar sem er myrkur og leyfa okkur að sýna að, þú veist, að allt þetta fólk sem fer með stjórnina er líka með geðveika bresti og má alveg gagnrýna og má gera grína þeim. Og þar kallaði hann sesamfræið og bara einhver sagði mér það, því að það er búið að segja mér mjög mikið frá podcastinu þeirra og sesamfræið, það hljóta að kalla hann það af því að hann segir oft einhverju svona hluti sem er svona eins og sesamfræ sem festist á milli tannanna þér. Man getur verið svo óbúðslega lengi að losna við sesamfræ þegar lendir á milli tannan á manni. Er það ekki þess að kalla hann sesamfræ? Hvern þá? Hann þarna sem er á MBL, hlaðvarpið með frétta... Já, Stefán Einar. Já, einmitt. Siðfræðingurinn, svo kallaði. Hann þarna strákur. Hann þarna strákur. En hvað segir hvað? Heyrðu, ég segi það að í gær þegar ég var að klippa síðasta hlaðvarpsþátt, þá ítti ég að takka steina og það hvarf allt út úr iMovie og ég bara, guð minn góður, hringdi í Nikkó sem var staddur út í bæ. Þegar allt fer út úr iMovie, er það þá alveg horfið eða mun ég finna það einhvers staðar? Þú veist, allt sem ég er búin að búa til og eitthvað svona. En þetta er svona það dramatískasta sem gerist í lífi mínu.
Heyrðu, ég hérna með gamlar jólasmákökur. Já. Nennirðu að borða þær? Heyrðu, ég veit bara með þess að hver baka þessar smákökur. Já, Það var dótti mín sem var Já, að þær safna eru fyrir mjög góðar. En útskriftarferðinu ég sinni. keypti 100 stykki af Já, henni. mér fannst þú, ég hugsa bara, vá hvað hún er lojal vinkona að kaupa 100 kökur á dóttur minni. Já. En þær eru mjög góðar. Það eru æðislega góðar. En sko, þessar litlu hvítu hérna með hnöppunum, spesjurnar, Já. þær hafa ekki verið vinsælar á þessu heimili. Ó. Mér finnst það góðar ef ég dýfi þeim í Earl Grey te með rjóma. En sko, einu sinni, mamma mín var nú ekki mikil húsmóðir, eins og fram hefur komið. Hún var betri í öðru, svo það sé sagt. Einhvern tímann grenjaði ég út úr henni, lítil stelpa. Mamma, það eru allir að baka smákökur, viltu baka smákökur með mér? Og hún gerði það. Já. Við fórum í búð og fórum í bökunarhillurnar, þar sem við höfum aldrei verið áður og þar vorum við bara eins og landkönnuðir. Já. Í bökunarhillunum vegna þess að það var, þú veist, það var ekki til hveiti og jú, það var kannski sennilega til hveiti og sykur á heimilinu en þú veist, lyftiduft hafði aldrei verið keypt inn, hvað þá kókosmjöl eða súkkulaðidropar eða vanilludropar eða þú veist og allt þetta sem þarf til baksturs og við vorum svona gengum bökunar hérna ganginn og versluðum inn og ég var búin að velja einhverja 3 tegundir af smákökum sem ég vildi baka og ég hafði fengið uppskriftirnar hjá elskulegri konu sem var þá gangavörður í Hvassaleitisskóla sem var barnaskólann sem ég gekk í. Já. Og við keyptum inn í þetta og svo... Það er svo sama sem hjálpaði þér að elda jólamatinn. Já, svo sama. Hún ber mjög mikla ábyrgð á matreiðsluhæfileikum mínum að sumu leyti. Nema það að svo bökuðum við allan daginn, ég og mamma, smákökur, bökuðum 3 sortir og merkilegt nokk, þá gekk það bara vel. Sko ári síðar fundust þessar kökur í hérna svona kössum upp á skáp. Við höfum bara bakað þær, sett þær í kassa og upp á skáp og við höfum ekkert borðað þær. Elska, má ég tala fyrst eða ætla þú að tala svo? Bara allt í lagi. Já, þá tala ég fyrst. Ég elska grænmetis úrvalið í Hagkaup. Já, það er geggjað. Og ef maður langar í ykkur svona exotíska ávexti eða grænmeti, þá fær maður það þar. Já. Það er þannig. Þannig að allt í tengslum við veislur eða þú átt von á einhverju sérstöku, það er alltaf Hagkaup. Heyrðu, en ég er með bók. Ok, geggjað. Ég er með bók sem heitir, hún er sem sagt úr safni hins íslenska bókmenntafélags og er eftir Theophrastos og heitir Manngerðirnar. Eða Manngerðir. Já. Ok. Ég hef ofsalega gaman af fólki sem er alltaf að kvarta yfir öllu. Og ég hef reynda mér dottið í huga að opna kvartunar þjónustu. Það sem væri opið frá... En hefurðu raunverulega gaman af fólki sem kvartar? Nei, auðvitað ekki. En mér finnst ofsalega fyndið fólk sem er sífellt að kvarta yfir öllu... Ég ætla þessi í boði í gær, þar sem var manneska sem var að kvarta rosalega mikið. Hún fór alveg ógeðslegu taugarnar á mér, því ég hef mjög lítið svona úthald eða litla elsku gagnvart fólki sem kvartar mikið. Af því að, held ég, að þegar einhver er að kvarta svona, þetta hérna, þá held ég að það er eitthvað að speglast í mér. Kvartarinn í mér vaknar og ég skammast mín fyrir kvartarann í mér, sko. Já, þú skammast þín fyrir að hafa einhvern tímann kvartað yfir einhverju og svona sett og ekki alveg tekið ábyrgð á mér. Ég er alltaf að varpa á umhverfið, hvernig komið er fyrir mér og allt þetta. Þetta er náttúrulega svona og hinn segir nú þess vegna þetta svona og þetta er svona og nei, það er náttúrulega ekki haft samband, nei, það er bara haft samband við hana, jú, allt þetta og hérna og ég á mjög erfitt með fólk sem er í svona, það má segja fórnarlambagír eða eitthvað svona, en ég veit að leiðin er samt að fara í elsku gagnvart þessum kvörturum. Já. Af því að þetta sprettur úr einhvers konar angist, sko. Auðvitað gerir það, þú skilur, þegar maður er að kvarta, þú veist, þá er eitthvað svona ókyrrt inn í manni sjálfum. Já, en svo var ég að hugsa, ef að sá sem er að kvarta fer svona í taugarnar á mér af því að hann er að spegla eitthvað í sjálfur mér, þá hlýtur líka sá sem að er að blómstra og ég hrífst af, hann hlýtur líka þá að vera að spegla mig. Já, og hérna við nú talað um þetta, sko ég held að þegar maður hrífst af einhverju fari annarrar manneskju, þá er það vegna þess að maður sér raunverulega sitt eigið full potential. Af því að ég held að við höfum öll hæfileikana til þess að blómstra á öllum sviðum, skilurðu? Og þegar við sjáum einhverja hæfileikar skín í gegn hjá annarri manneskju, þá hugsa maður,
já, þetta er eitthvað sem ég ætti að prófa að rækta með mér, skilurðu. Já, ég var náttúrulega að láta þig segja þetta því að þú varst að segja þetta við mig Já, áðan. ég veit Já, það. ég vildi bara að þú myndi segja þetta núna Já. því við vorum að tala um manngerðir. Já. Mér fannst þetta ógeðslega flottur punktur. Já, þetta kom einhvern veginn til mín daginn, Já, sko. þegar maður heillast af einhverju í fari fólks, Já. þá er það af því að það er í rauninni að gefa manni leyfi til að stækka sjálfur. Stækka sjálfur Já. og hugsa, já, og þetta er ekki samanburður, Nei. heldur bara einhver sem er rosalega flinkur á einhverju sviði, hann getur kennt manni hvernig maður getur farið inn á það svið. Já, og það er það. það er eins og að hann opni, þú veist, En maður passa sig að helgidóminn. lenda ekki í afbrýðiseminni eða bara, nei, ég get ekki En bara það er þessi. En það er þá skuggahliðin af manni Já. sem að hefur ekki gefið okkur leyfi til þess að stækka. Já, sem að fer í afbrýðisemina Já. eða fer í það En maður í samanburðin. lítur á aðdáun og annarri mannesku sem tækifæri til Já. þess að Stækka stækka sjálfur, sjálfur. já. En að því þú varst að tala um að færi svo í töðunar að fólk sem að kvartar mikið, Já. þá mun kannski þér líka við þessa viðskiptahugmynd sem að ég fekk daginn með vini mínum sem að var það að opna kvörtunar þjónustu. Og mér datt í huga, hún er svona eins og önnur opinber starfsemi á Íslandi. Það er bara opið frá 2:58 Já. til 2:59 á hverjum degi. Þannig að allir verða brjálaðir. Já, skilurðu. Þessi kvörtunarþjónusta er bara opin í mínút. Já, prófaðu að hringja. Dring, 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 dring. Já, góðan daginn. Já, er þetta hjá kvörtunarþjónustunni? Já, ég er kvörtunarþjónustan. Já. Nei, byrju, við erum að byrja Nei, þetta. Ég já. ætla að vera kvörtunarþjónustan. Þú er kvörtunarþjónustan, ok. Ok, Þá er ég. klukkan er Dring, 2:58. Já, dring, 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 dring. Já, góðan daginn, þú ert númer 3 í röðinni. Ding, þú ert númer 2 í röðinni. Þú ert númer 1 í röðinni. Já, góðan daginn, kvörtunarþjónustan. Já, góðan daginn. Ég heiti Halldóra Gerðarsdóttir Já. og ég er að hringja til þess að kvarta undan fólki. Já, því miður, nú er lokað hjá okkur. Klukkan er áinn 2:59. Vertu sæl, reyndu aftur síðar. Skilju, og fólk gæti aldrei kvarta. Hvernig væri að vera með kvörtunarþjónustu, þar sem að fólk gæti aldrei kvarta, þá þyrfti það, Já, Dóra, já. að sitja með kvörtunni sinni Já. og hugsa, ok, ég get ekki kvartað, ég náði ekki inn, hvernig leysi þetta Já, núna? Já. Þú veist, ég get ekki kvartað við neitt. Já. En allavega, ég Já. ætla að lesa fyrir þig hérna upp úr bók Manngerðir. Theophrastusar, hann heitir Theophrastus, kvörtunargirni. Varstu ekki að segja að þú verður að leita þér að tímabundinni vinnu? Bara tímabundið. Já, af því að- ok. Ef þú ætla að leita einhverju sem er bara tímabundi, þá ferðu þetta bara inn á Alfreð. Já. Sérðu, tímabundi starf fulltrúi tjónadeild. Heyrðu, öll þessi eru tímabundin. Já, Geimin. maður sjá svo- forfallakennari. Já, það er... Heyrðu, Hérna er eitthvað fyrir mig, þrif og umsjón tækja. Ég meina Alfreð er bara með þetta allt svona. bara, ertu að leita að einhverju tímabundnu eða til langtíma? Alfreð. Kvörtunargirni er gagnrýnin afstaða til eigin hlutskiptis. Heyrðu, þannig er þetta bara. Vá. Er gagnrýnin afstaða til eigin hlutskiptis, umfram það sem góðu hófi gegnir. Kvörtunargjarn maður er einhver svona, vinur hans er búinn að senda honum matarskamt, en hann segir við sendilinn, ekki unni mér húsbóndiðinn súpunar og vinsins, fyrst hann bauð mér ekki í veisluna. Skilurðu? Hann getur ekki þegið gjöfina nema kvart yfir því að hann hefði átt að njóta hennar í húsi hans. Já, já. Skilurðu? Já. En gagnrýnin afstaða til eigin hlutskipti, það er það að líta eigið hlutskipti gagnrýnum augum. Já, og Það framkallar kvörtunargirnina. Já, bara aldrei að sjá möguleikan í hvað maður heppinn að þurfa ekki að fara í veisluna. Já. Og að hún sé fært að heim til hans og hann gæti bara verið í næði heima hjá sér. Já, en mér finnst þetta svo merkilegt þetta að líta á eigið hlutskipti gagnrýnum augum. Og þá komum við að því að ef að við erum að hugsa okkar eigið hlutskipti og hugsa, já, þetta er nú ekki nógu gott, ég hef það ekki nógu gott og það verður nú betra ef þetta verður svona hjá mér og já, þetta er svona hjá þeim, ekki er þetta svona hjá mér og allt þetta. Þetta er bara heilin í okkur að búa til þessa gagnrýni, skilurðu. Kannski er hlutskipti okkar ekkit
svo slæmt, en allavega. Nú verð ég að segja eitt í sambandi við orðið gagnrýni. Já. Af því að það talað svo mikið hvað gagnrýni sé góð. Þannig að við tölum gagnrýni hérna eins og sé vont orð, en það búið að implanta í mig að gagnrýni sé rosalega gott orð. Já. Skilur hvað ég við? Við getum ekki farið gegnum lífið á þess að fá gagnrýni og við frumsýnum leiksýningar og það gagnrýni og allt sem gert þarf að fá gagnrýni, en þarna það notað eins og að gagnrýni sé í rauninni sem hún getur verið. Getur verið alveg óþolandi. Já, nei, þarna verður að segja sjálfskritík, hún gerir þig að kvörtunarsemi. Ef þú ert að kritisera þitt eigið ástand og þitt líf og þínar aðstæður, ef þú sjálfur ert að gera það, þá gerir það þig kvörtunargjarnan. Ok, nú kemur annað dæmi. Sá kvörtunargjarni fær ljúfan koss frá elskunni sinni og þá verður honum að orði. Mér þætti gaman að vita hvort þú elskir mig líka svona mikið í hjarta þínu. Einmitt. Skilurðu? Já. Hún kemur. Alltaf hálftómt glasið. Já, hún kemur að honum og gefur honum koss og þá þarf hann að hnýta hann í leiðinni. Já, af því að hann gerir ráð fyrir hún sé að gera það út af einhverju öðru en ekki út af því að reiknar ekki með að sé út af ástinni. Já, einmitt. Og þá náttúrulega, ef við ímyndum okkur þessar konu sem kemur og gefur mannin sínum hennan ljúfa koss, þá verður hún bara svona, býtu, aldrei neitt nóg sem ég geri. Skilurðu? Hvernig átti ég að ganga upp að þér til þess að gefa þér kossin? Eða hvernig þarf ég að sanna fyrir þér? Já. Er kossin ekki nóg? Skilur, akkur efastu meilindi mín? Akkur er þetta hnýti í það hvernig ég geri þetta? Skilur. Sá kvörtunargjarni er illur út í seif himnaföður, en ekki vegna þess að hann rignir. Heldur að því að regnið kom nokkuð seint að hans mati. Þetta er alveg æðislegt. Jú, það er rosalega gott þú skildi koma með þessa kökur, Dóra, en það hefði verið svo gott ef þú hefði komið aðeins fyrr. Já, ég þurfti það hefði bara komið gestir hér í gærkvöldi. Jú, hún kom svo sem með þessa kökur, en náttúrulega hún var búin, sko það hefði verið betra ef hún hefði komið með þær fyrr. Já. Skilurðu? Þetta er alveg ótrúlega leið. Já, þarna er sá kvörtunargjarni, þarna er sá alltaf svona fastur í þeirri hugsun að það sé á einhvern hátt verið að hlunnfara hann. Ég hati þetta svo mikið, ég fæ svona spennu í maga. Ég fæ svona... En hefur þú verið kvörtunargjörn í þínu lífi? Nei, en það ég held að þeir sem eru passive-aggressive, þeir segja ekki kvörtunina, en eru með hana inn í sér og við hinn skynjum það. Já, einmitt. Ætlarðu að gera þetta svona? Mikið er þetta fallið blóm. Já, þau eru nú svo sem ágætt. Já, það mætti nú vökva þau. Eða eitthvað, þú veist. Eða, þurft á þeim. Það er svona, þetta er svona... Svolítið þurrt. Já, þetta er svona líka svona einhver tendens stundum svona einhvern veginn að draga þá úr gleði annara, smætta aðra í leiðinni, skilurðu. Hvernig, einmitt, ég ætla að lesa aðeins, fáum fleiri dæmi. Já. Sá kvörtunargjarni finnur peningapung á götu og andvarpar, aldrei finn ég fjársjóð. Já, þetta var bara pungur. Já, það er aldrei neitt nóg. Nei. Það er aldrei neitt nóg. Nei. Ég átti nú von á meiru. Já. Skilurðu? Alltaf í skortstöðu. Já. Skilurðu? Já, þarna þekki ég mig. Ég get alveg stilt mér, ég skal taka dæmi um eina skortstöðu sem ég er alveg búin að tala um við minn. Það er, þú veist, leikaðalhlutverk í Kona fer í stríð, en ég er svona lítil, bara eins og eldspýntustokkur á plakatinu, þannig að það var ekki til mynd nógu flott þess að sitja andlita á mér á plakati eitthvað svona. Það er bara, já, ég er náttúrulega ekki nógu góð til þess að ég sé á plakatinu. Ég var bara svona 4 centimetrar. Já, ég skil. Skilurðu, þá í rauninni legg ég upp gildurna fyrir, og það kom ekki alveg strax. Fyrst sá ég bara, já, auðvitað er bara mynd af mastri. Svo fór ég að hugsa bara, af hverju ekki mynd af mér? Er ég ekki aðalhlutverkið? Þú veist, en þessa gilduru bó ég til sjálf. Þarna er egóið þitt. Já.
að reyna að segja við þig að þú sért ekki nógu góð, að reyna að minnka þig, Já. sko. Og ég talaði, og þau fór alveg til Benna með þetta. Já, Af hverju ekki mynd af mér, Benni, á plakatinu? Svo voru aðra bíómyndir hennan sama vetur, þú veist, með vinum mínum og þau voru í aðalhlutverkum í öðrum myndum og það var alveg mynd af þeim á plakatunum. Þannig að ég gæti alveg fóðrað þetta og Benni bara, Dóra, við bara klúrum þessu. Það var bara ekki til mynd af þér sem var nógu góð til þess að sitja á plakatið. Og það verður að vera góð mynd, sko. Af því að þú getur ekki nota mynd úr bíómyndinni og sett hann á plakat. Nei, ég skil. En þarna þekki ég mig í kvartstöðunni. Nei, en þarna gerirðu annað sem að svona ýtir undir þetta. Þú ferð í samanburðin. Já. Þú byrjar að bera þig saman við eitthvað annað. Já. Og leið og þú gerir það, þá komið einhver svona, þá myndast einhver gjá. Þar sem að einhver vöndun. Já, og ég hætti að treysta. Ég geri ráð fyrir því að vinur minn vilji ekki hafa mig á plakatinu. Einmitt, þú byrjar að reyna að lesa hugsanir og draga ályktanir sem eru kolrangar. Nei, ég meina þú varst í hverjum einasta ramma í þessari bíómynd. Já, einmitt. Skilurðu? En leiðin út úr þessu var að hringja. Það hefur engin leikkona á Íslandi fengi jafn mikið screen time í bíómynd og þú í þessari mynd. Nei, sennilega ekki. Nei. Og það var samt ekki nóg fyrir þig. Nei, fyrst ekki Já, lítið. ég veit, þetta er nefnilega, já. En leiðin var að stinga í samband við Benna, að hringja í Benna, ekki að sitja uppi með það, heldur bara þú veist, og svo bara stinga í samband. Nei, ég meina þetta ekki bara orðið að gikt, ef þú talað þetta. Þess að maður verður að losa svona hluti út, jafnvel út að séu barslegir og maður skammir sín fyrir að hugsa það og allt það. Og þeir eru mjög barslegir. Já, það er eiginlega alveg bara agalegt að finna að maður fer í þennan gír. Já, en sko, það er skömm í því. Er það ekki þess vegna sem ég þoli ekki fólk sem kvartar svona mikið? Jú, kannski er þetta skömm. Ég skammast mér fyrir það þegar ég sjálf fer í svona skömmustu. Já, einmitt, þegar þú einhvern veginn svona, já, akkúrat, sko. En ég held að sé mikilvægt samt bara að leyfa sér samt að vera bara barslegur og gangast við því að stundum maður hégómlegur og stundum maður einhvern veginn svona, einhvern veginn, þetta er svona, það er einhver hégómagend í þessu, sko. Og það er bara betra að segja það, því þá losa maður þetta. Annars verður þetta að gikt eða hugsanlega bara tannskemmd. Þetta manifestast einhvern veginn öðruvísi ef maður leysir þetta ekki upp, sko. Já, það er alveg svona. Og sitja upp einhverja móðgun við Benna, það hefur verið fáránlegt. Nei, það hefur verið fáránlegt, en það sem að fyndnast var það að fyrst þegar plakatið kom, þá var ég svo glöð að það var ekki mynd af mér á því. Af því að mér fannst það of mikið. Af því ég vissi hvað ég var mikið í myndinni. Nú trúi ég þér ekki. Er þetta ekki bara einhver svona... Já, það er svona ótti. Það er bara ótti við að standa með... Þetta er áður en ég er búin að sjá myndina. Ég veit ekki hvort ég er góð eða vond í henni. Það langar mig ekki, sko, þú veist... Þá vilt ekki of mikið exposure áður en þú veist hvort þú stendur undir nafnið eða ekki, skilur. Já. Þannig að það eru alveg, ég er alveg með 2 hliðar í gangi þarna, sko. Þú veist, fyrst er ég bara ógeðslega glöð því ég sé plakatið af því að ég er ekki exposed. En svo þegar ég sé að ég bara stend mig vel í myndinni og myndin er góð, þá vil ég náttúrulega vera á plakatinu. Já, þá viltu fá bara all the glory, sko. Já. Finnst þér ekki fyndið? Þetta er mjög merkilegt. Nei, mér finnst bara gaman að eiga heiðarlegt samtal þetta, skilur. Þetta er bara... Þú veist, það eru bara alls konar litir í mannsálinni og maður á bara kannast við alla sína breyskleika. Þú veist, það er miklu skemmtilegra. Já. Þú veist, því þá verður maður einhvers vísari og þá getur maður líka kveikt á því þegar þetta gerist aftur og þá getur maður sagt bara, heyrðu, slakaðu bara á. Og þessi komin. Já, nú er þessi típa að koma, vanrækta, hégómlega típan í mér. En þegar ég fyrir í Icelandair-vélarnar, þá er svo mikið af íslensku sjónvarpsefni sem maður getur hort á. Nei, ekki segja þetta. Þannig að ég horfi á sjálfar mig af því það er svo margt sem ég leiki í sem ég hef aldrei séð. En ertu þá í dulargerfi þegar þú flýgur með Icelandair? Nei. Svo þú getur hort á sjálfa þig? Ég halla mig svona fram á borðu og reyna að hafa hendina fyrir skjánum. Ég mæli með að fljúi næst í hettupeysu. Já, ég leggur svona. Hér með Icelandair flýg ég í hettupeysu. Sá kvörtunargjarni er búinn að vinna sigur í málaferlum með öllum atkvæðum greiddum. Þá ber hann þá á manninn sem skrifaði fyrir hana ræðuna að hafa sleppt mörgum góðum rökum.
skilurðu. Hann Það er samt- vinnur eitthvað, En skilurðu. samt fengur Já. ekki allir að heyra allt. Já, samt, þú hefðu nú getað sagt þetta og þetta og Já, þetta og já, það, og hann er samt búinn að vinna. Já, Skilur, þetta er einhver svona óendanleg ófullnægja Já. sem býr í þeim sem er já, það er síkvartandi. rosaleg Skilur, það skortstaða er bara, hana. já, þetta er bara, það er Það bara var eins og svo ekki sagt frá því. hildjúft gat Já. inn í manneskunni sem er ekki hægt að fylla með neinu. Það var ekki sagt frá því að ég sá líka að stytta söngtekstana í söngleiknum og það var heldur ekki tekið fram að Já. ég stakk upp á því hvernig skóm þau væru þó svo búningahönnurinn fá allt kredit fyrir búningana Já. og það var heldur hvergi minnst á það að ég lánaði sófann minn upp á skrifstofu leikhús. Það hefði nú vel mátt koma fram. Nei, ég er hvergi hér í þessu. Ég á svona moment þar sem að manneskja hefur fengið sko ráð hjá mér og ég lagði mig alla fram með þessi ráð. Já. Og þessi ráð voru í sambandi við svona casting eða sem sagt að ráða í hlutverk í kvikmynd. Og ég lagði mig alla fram og bara hlustaði mjög vel inn í það sem að þau voru að spá í þetta fólk. Og reyndir að setja því í... Já, alveg. Og bara... Að hverju þú voru að leita Já, og svo og framvegis. hitti þau og bara allskyns svona. Svo bara líður tíminn og þessi fundur og svo líður heilt ár og svo er myndin tekin upp og svo líður hálft ár eða heilt ár Og viðbót nýttu þau þínar hugmyndir? Þau hlusta á það sem ég sagði, svo bara gerðist allskyns og svo var eitthvað samtal óvænt í sundlaug og eitthvað svona, þú veist, alltaf var ég bara einhvern veginn alveg með þeim í liði. Svo fór ég á frumsýninguna á þessari mynd og svo beið ég eftir þakkalistanum. Dóra, veistu, þú drepur mig. Ertu ekki að djóka? Og nafnið mitt var ekki þar og mér fannst það svo gott á mig. Að ég var svo bara, að því að ég mætti á myndina og mér fannst ég eiga eitthvað aðeins í henni. Og þú vildir að það kæmi fram? Nei, ég bjóst við að þau væri svo þakklátt mér. En mómenti var svo, að því að ég var svo mikið í liði með þeim. Ég skil. Svo kom þakkalistinn og bara, og það kom að háinu, það var engin Halldóra, og það var svo, og ég þurfti svona bara, að muna bara, halló, þetta var 1 klukkutíma fundur, þetta var 2 samtöl í síma, 1 samtal í heitum potti eða eitthvað svona hvað það var. Þetta var svo lítið framlag miðað við að skrifa kvikmyndahandrit, sækjum alla styrkina og gera þetta allt saman, þetta er svona 5 ára vinna eða hvað það er og það var svo gott fyrir mig að átta mig á að þau upplifðu mig bara, ég var eins og rykkorn eða andadráttur inn í svo stóran boga. En vissulega er frábært að geta þakka fólki fyrir og allt svoleiðis, en ef maður gefur sig út fyrir að vilja vera bara svona styðjandi andblæri eða innblástur fyrir vini sína sem er að búa eitthvað til eða kunningja eða fólk eða eitthvað svona, þá á maður ekki, þá þarf maður að taka fram eitthvað, þú veist, eða maður verður að gefa gjöfina. Gjöfin er bara gefin ef maður er ekki starfsmaður eða eitthvað. Þetta var svo gott fyrir mig svona að sjá. Akkurat, ef einhver leita til mín, þá bara gef ég gjöfina. Já, þá gefur þú gjöfina. Basta. Eða þú segir, ef að ég ætla að vinna með ykkur, þá vil ég að það komi fram að ég hafi skiluru. Og að því alltaf endar þetta hjá manni sjálfur. Hvernig metur þú þig og þitt framlag og hvernig vilt aðrir farið með það? Skilur, það er alltaf á þína ábyrgð, skilur við. Og oft er mann alveg sama og stundum er manni ekki sama. Nei. Skilur við, og þá verður maður að taka af skarið og standa með sér. Já, og ef maður hefur einhvern grun að það muni falla út af eða eitthvað svona, þá þarf maður að ganga eftir því og vegna þess að sumt skiptir máli og svo skiptir annað ekki máli. Og svo getur það gerst þannig að það gleymist að minnast á fólk og alls kyns svona og ég var vitna svoleiðis daginn. Raunverulega á maður bara að vera að þakka öllum fyrir bókstaflega frá morgni til kvölds. Bara til þess að komast hjá því að gleyma því að þakka fyrir. Þú veist, náttúrulega þakklæti er mjög mikilvægt. Nei, þetta var mjög, ég meina við gerum sjónvarpsþátt í fyrra, ég og Snorri, vinur minn, og frábærir þættir. Já, hana í leita innblæstri. Er ekki ennþá eftir að horfa það á? Jú, þeir eru bara á sjónvarpi Símans. Já, ennþá eftir að horfa á 1 þátt. Ertu reiður út í mig? Nei, ég hélt þú væri ekki búin að horfa á neitt þátt. Ég er búin að horfa á alla nema 1, sko. Já, ok. Já, og ég sagði þér frá því
og ég man að þegar ég sagði þér frá því ég væri búin að horfa, þegar ég var búin að horfa á 3 eða hvað, þá heyrði ég í símtalinu að þú hélst að ég væri ekki að segja þér satt. Og ég var svo hissa, ég hugsaði með mig þegar ég lagði á, hún heldur að ég sé að plata. Við getum ekki að tekið það inn. Þú veist, þetta eru rosalega fínir þættir hjá þér. Já, takk fyrir það. Já, gaman að bara, ég mæli með því að fólk hlusta á það. En þá var að gera þakkarlistan þar, það var mjög flókið og þau voru ógeðslega pirruð á okkur sko framleiðendurnir að þau vorum alltaf mun eftir fleirum og fleirum og nú alltaf lengja listan, skilurðu. Fyrst byrjuðum við eitthvað svona, svo alltaf bara og þegar þú manst eitt nafn, þá manstu öll inn í því mengi og svo bara allt í nú, og svo verður alltaf hringurinn stærri og stærri og stærri og stærri. Þú getur haldið endalaust áfram að gera þakkarlistan. Það er rosalega gott fyrir alla sem að vilja vera á þakkarlista að vera einhvern tímann í þeim aðstæðum að þurfa að gera þakkarlista. Já, til þess að átta sig á umfanginu. Já, og hvað er auðvelt að gleyma einu nafni. Auðvitað. Í 5 ára prósess eins og að gera bíómynd eða hvað það er. Og svo getur orðið mannleg mistök og alltaf á einhverju gleymst og það er alltaf voðalega leiðilegt, sko. Já. En þetta er svona, sko, allar hugmyndir eru fljótandi í veröldinni, skilurðu, og það er einhvern veginn ekkert nýtt undir sólinu og það hefur við vitað lengi og hugmyndir ferðast og það er bara leið og ég hugsa eitthvað sem ég held að sé frumlegt, þá hefur það verið hugsað 1000 sinnum áður í öðrum kringumstæðum og öðrum tímum og svo framvegis og leið og ég er alveg sannfærð þetta er svona að þegar einhver hugmynd fer bara út í umheiminu, þegar hún er sögð, þá pikka fleiri hana upp. Ég held að sé sko hugmynd fæðist af því að þú verður fyrir innblæstur af einhverju og innblásturinn er út allt og það eru bara margir sem að ná einhvern veginn að raða því saman inn í og bara vum. Já, og þú veist, það er oft þannig að það verður til eitthvað svona trend, skilurðu, af því það er eins og bara eitthvað svona, það sé svona einhver sameiginleg ákvörðun það að nú sé mikilvægt að þetta sé efst á baugi. Og þess vegna er fólk sem er svona framtíðarsýnar fólk eða svona, eins og þeir hafi lengri skynjara, ná að skynja lengra í burtu fyrr það sem er á leiðinni. Af því að það sem er mainstream í dag, nei, það sem er frumlegt í dag er orðið mainstream eftir 4 ár, skilurðu? Þú veist, það er alltaf, hugmyndir eru alltaf að færast úr að vera mjög nýjar yfir í að verða algjörlega bara í gamanleik einhvers staðar. Já, en ég held samt sem að vera ekkert sé raunverulega frumlegt. Við erum bara alltaf að sjá sömu hlutina í nýjum og nýjum myndum, sko. Já, og það er frískandi fyrir okkur að sjá það í nýjum myndum. Þú veist bara, já, ég get séð þetta líka svona. Algjörlega. Já, auðvitað get ég horft á þetta líka svona. Já, og allar þar hugmyndir sem eru á sveimi og allt sem er búið að gera, eins og þú segir, er innblástur fyrir okkur til þess að vekja eitthvað nýtt hjá okkur. Býtu, hvað get ég gert við þetta? Þú veist, hvernig kemur þetta við mig í dag? Hvernig get ég nýtt mér þessa hugmynd og einhvern veginn bætt einhverju hugsun við hana og skapað eitthvað nýtt, sko. Heyrðu, það er eitt eftir þann kvörtunargjarna. Vinir hins kvörtunargjarna efna til samskota fyrir hann og einhver segir, vertu ánægður. Sá kvörtunargjarni svarar, hvers vegna skyldi ég vera það? Það þarf að borga hverjum aftur sitt silfur og þar að auki ber mér að sýna þakklæti eins og góðverk sé að ræða. Nei, meina, sko. Ég meina, hoppa upp í raskataður. Hoppa upp í raskataður. En sko, maður hefur alveg kynnst típum sem að, þú veist, eiga bara ekkert þakklæti til. Ég er búin að fatta eitt, að ef maður á bara marga litla reikninga, þá getur maður átt marga litla drauma, þú veist. Já, þú veist, ferðalagarsjóðurinn. Sumarbústaðasjóðurinn, nýi sófasjóðurinn, skilju. Til dæmis, já, og frábær kaffivélssjóðurinn. Nákvæmlega, og þetta kenndi Íslandsbanki mér. Vá! Heimurinn náttúrulega er dálítið mikið þannig að fólki farið að líta á allt sem viðskipti. Ef að þú gerir eitthvað fyrir mig, þá verði ég að gera eitthvað fyrir þig í staðinn. Skilurðu? Það er ógeðslega leiðilegt þegar heimurinn er orðinn svona viðskiptadrifinn, sko. Það er svo lítið traust í því. Já, vegna þess að, sko, eins og við höfum áður rætt, sko, þú veist, maður má ekki taka gleðina af fólki. Að gera eitthvað fyrir mann, af því að það veitir manni gleði að gleðja aðra, ekki satt? Jú, algjörlega. Skilurðu?
og það rosa gaman þegar verður svona hóphreyfing í að gera eitthvað. Já. Það er svo gaman að fara upp á þá öldu með fólki, sko. Já, nefndu dæmi. Eins og þegar, nú er ég að nefna dæmi, þegar ég fékk fólk til að hjálpa mér. Ég fengi fólk til að hjálpa mér að mála. Þegar ég var ung, þá fékk ég fólk til að hjálpa mér að mála íbúðirnar mínar. Mér fannst það alveg sjálfsagt. Og ef einhver annar var að gera eitthvað, þú veist, hjálpa fólki að flytja, hjálpa fólki að koma íbúð í standið, eitthvað sem það var til svona svo hóphreyfing til að láta eitthvað gerast. Það var svo gaman, það verður svo mikil sigurstu. Já, þetta mætti vera miklu sjálfsagðar í okkar samfélagi, skilurðu. Þú veist, þá væri bara tilveran dálítið auðveldari ef að fólk liti á það sem sjálfsagðan hlut að hjálpast að með eitt og annað, skilurðu, og án endurgreiðslunar, bara vegna þess að það er gaman að gera hlutina saman, það er mjög skemmtilegt að gera hluti í hóp og drífa eitthvað af, sem að, þú veist, margar hendur vinna létt verk og allt það, það er gaman, skilurðu, en gerður ekki eitthvað fyrir þetta fólk sem hjálpaði þér að mála? Jú, ég Bauðstu upp á bjór og pizzu eitthvað svona? Jeps, bjór og pizza. Bjór og pizza hafa nú verið góðu gjaldmiðill gegn málun, sko. Já, það var alveg svoleiðis. Einmitt. En það var eitthvað algjört gull í því að fá þetta fólk og svo bauðum öllum í brúðkaupið mitt bara sumarið eftir í húsinu sem þau máluðu. Æðisleg, já. Sniðu ertu. En þá erum við semst búin að ljúka þessum kafla kvörtunargirnina og ég veit að þetta podcast heitir Á ég að hendinni og ég ætla alls ekki að henda þessari bók. Nei. Ég ætla alls ekki að henda þessari bók, en þess að ég er ennþá að gæla við þessa hugmynd. Er eitthvað hægt að... Flett upp á einhverju manngerð sem að bara einhverju svona... Ég ætla að leyfa þér að velja. Já. Ég ætla að segja þér hvaða manngerðir eru teknar hér fyrir. Má ég sjá. Hér lítur nú að vera efnisyfirlit og það er gott Kem ég ógeðslega illa út úr þessu podcasti af því að ég er búin að segja frá hvað ég er með stórt ego. Nei, Dóra mín, þú ert hins vegar bara óvanalega heiðarleg. Já, ég er mjög heiðarleg. Og opinská manneskja og þú þorir að segja hluti sem aðrir myndu ekki þora að tala myndu aldrei þora að segja upphátt að þeir hugsuðu hluti sem að þú ert að viðurkenna að þú hugsir og það að þú leyfir þér að tala það getur kannski hjálpað öðrum í sömu sporum að hafa pílítinn húmor fyrir sér því þú hefur nefnilega húmor fyrir þínum hégómleika, skilurðu, og það er svo mikilvægt að maður hafi húmor fyrir hégómleikanum sínum. Það er agalegt, sko. Þú veist að maður svona þegar hégómlegi parturinn mætir að maður getur bara ok, er þessi típa mætt? Móðgunargjarna hégómlega típan. Já, sem að vildi ekki fyrst en vildi að svo. Einmitt, nákvæmlega. Alltaf að vera on the safe side. Heyrðu, ok, ég skal taka fyrir þig eina típu. Það er sem sagt ólíkindi, smjaður, blaður, sveitamennska. Ólíkindi, ég vil bara ólíkindi. Ólíkindi. Já, af því að það er eitthvað... Það er skemmtilegt, sá ólíkindatólið. Já, ólíkindatólið, það hljómar nú eins og manneskja sem maður er til í að fara með í ferðalag. Já, ég meina nákvæmlega, sko. Ólíkindi virðist sum sé vera í grófum dráttum látalæti til skaða í háttum og tali. Ólíkindatólið er einhver þvílíkur. Hann er vanur að fara til óvina sinna og spjalla við þá án þess að sýna þeim nokkurn fjandskap. Hann lofar þá viðstadda sem hann áður rægði og samhryggist þeim sem tapað hafa máli fyrir sér. Hann afsakar þá sem hallmæla sér og samsinnir öllu sem gegn sér er sagt. Hann talar sefandi til þeirra sem þola ranglæti og eru reiðir. Þeim sem mikið liggur á að ná fundans snýr hann frá. Hann viðurkennir ekkert af því sem hann aðhefst en segist velta hlutunum fyrir sér. Hann þykist vera nýkominn, þar sé orðið áliðið og hann ekki vel frískur. Hann segir við þá sem fara fram á lán eða biðja aðstoð að hann sé ekki ríkur maður. Ætla hann að selja, segist hann ekki ætla að selja. Ætla hann ekki að selja, segist hann ætla að selja. Hafa hann heyrt eitthvað, þykist hann ekkert hafa heyrt. Oh my God. Hafa hann séð eitthvað, segist hann ekkert hafa séð. Hafa hann samþykkt eitthvað, man hann ekki eftir því. Ýmist segist hann ætla að athuga málið eða ekki vita neitt það, hann undrist það eða þá að honum hafi einnig þótt þetta sjálfum einu sinni.
Yfirleitt hann vís til að nota eftirfarandi orðalag. Ég trúi því ekki, það held ég ekki, nú ég hissa. Samkvæmt því sem þú segir hann orðinn annar maður. En þetta sagði hann ekki við mig. Mér finnst málið ótrúlegt. Segðu öðrum þetta. Ég í vafa hvort ég á að rengja þig eða gera honum rangt til. Gættu þín nú á því að vera ekki of auðtrúa. Slíka orðatiltekt full af útursnúningum og endurtekningum að finna hjá ólíkindatólum. Þessar svikulu manngerðir eru síður en svo einfaldar. Það þarf að gæta sín betur á þeim en nöðrum. Og ég vildi fara í ferðalag með ólíkindatólunum. Já, nei, ólíkindatól sá sem að hefur engan kjarna. Nei, einmitt. Þorir aldrei að segja hvað honum býr í brjósti, segir eitt við þennan og annað við hinn, leikur algjörlega tveimur skjöldum, lætur aldrei hanka sig á neinu. Og það nýr veruleiki í hverju einasta mómenti hérna, bara það sem hann þarf núna. Já, einmitt, það er í þessu sko einhver ótrúlega svona, hvað ég var að segja, svona stjórnunarsemi, svona manipulasjón, þú veist að hafa með sér í liði þá sem hann vill, skilurðu, en leika svo annan leik við aðra, skilurðu, og láta aldrei uppi svona hver hann í raun og veru. Þetta mjög, þetta eiginlega svona siðblindingi. Já. Er það ekki? Já, jú. En ég hef nefnilega lagt skilningin í orðið ólíkindatól meira eins og manneskja sem kemur skemmtilega óvart. Já, það er meira svona að vera uppátækjasamur. Já, uppátækjasamur, já. Já, uppátækjasamur. Þetta meira svona... Ef að segja árið 2025 meiri uppátækjasemi? Veistu bara þess að æfa þetta, að hafa þetta á léttari nótum? Já, mér finnst að fólk að vera sjálfu sér samkvæmara, vera óhrætt við að bara hugsa sjálft og segja það sem því býr í brjósti, leyfa sér að viðurkenna það að það er stundum barnalegt og hégómlegt, það er bara allt í lagi, það er bara hluta því að vera til. Bara færa það inn í ljósið. Færa það bara inn í ljósið og byrju hvað, á hverju byrjaði? Vera ljós á skuggan. Algjörlega, láttu þessi þetta eitthvað nýtt og skemmtilegt í hug. Já, og þannig lyfti maður tíðninni aðeins ofar í kringu sig. Já, og að því vorum að tala hérna gaggrínandan, eða sá sem alltaf að gaggrína og þann kvörtunargjarna, að ég held að við ættum að minnka það að vera að svona kvarta yfir okkar eigin ástandi, því þá erum við að viðhalda einhverju svona vöntun og skorti, skilurðu. Þú veist, hvað raunverulega að, skilurðu? Þú veist, líf mitt svo ömurlegt sem að ef ég að viðhalda þessu tali? Meira þakklæti og uppátækjasemi. Já. Það er bara að gegja plan. Ég ætla að taka þetta með mér inn í þetta ár. Meiri uppátæki. Já, meiri uppátæki, meira fjör. Meira fjör! Meira fjör!